Komið sælir og blessaðir, kæru sportdrekar. Ég ætla að reyna að hafa spilin þannig að þið sjáið. Hér er komin spil fyrir ykkur. Og þetta er svona bara almennt ykkar stöðu. Akkurat núna. Eða á næstunni. Og hér sýnist mér kona verið í fyrirrúmi. Þessi kona getur verið þið sjálfir, kæru sportdrekar, eða kona sem gegnir mikilvægu hlutverki í ykkar lífi. Þessi kona tengist ykkar nánasta umhverfi, heimilinu ykkar, eða þeim stað þar sem að þið verjið flestum ykkar stundum. Þannig að ég myndi segja að hún væri annaðhvort partur af fjölskyldunni ykkar eða nánum vinahópi. Og einnig getur hún verið, eins og ég sagði, þið sjálfir. Ef þetta er þið sjálfir, kæru sportdrekar, þá er staðan ykkar bara dálítið sterk akkurat núna. Fyrst að þið komið sterkir inn í ykkar eigin spilum. En þar sem að þessi kona táknar aðra manneskju, þá er hérna manneskja sem að þið berið mikla virðingu fyrir og manneskja sem hefur gengið í gegnum ýmislegt í lífinu og hefur verið ykkur jafnvel til halds og trausts. Það getur verið að þið séuð núna fyrst að sjá ákveðnar hliðar á viðkomandi sem að þið hafi ekki séð áður og það sé að koma ykkur dálítið á óvart hversu sterk eða heiðvirð viðkomandi manneskja er. Einnig getur þetta átt við eitthvað sem aðrir að hugsa til ykkar. Ef að þið eruð nýbúnir, kæru sportdrekar, að standa í einhvers konar samskiptum þar sem að þið hafið svona þurft að sýna heilindi og ykkar bestu hliðar og aðrir eru farnir að sjá núna fallega hliðar á okkur sem að þið hafa kannski ekki haft tækifæri til þess að birta áður. Þetta er eitthvað sem að hefur hérna með heilindi og heiðvirð samskipti að gera. Þar sem að þetta er kona í ykkar lífi eru þið í þannig stöðu að hún er ykkur ofarlega í huga. Þið eru að hugsa mikið til hennar. Það getur verið með rómantískum hugsunum, það getur líka verið bara vináttuhugsanir eða einhvers konar jákvæðar hugsanir þar sem að þið eru að óska viðkomandi alls síns besta, senda heilun á milli eða eitthvað slíkt. Og það er eitthvað sem hefur verið í gangi tengt þessu, þar sem að peningar hafa komið við sögu, skulum við segja. Það geta verið fjármál sem að þið og þessi viðkomandi kona hafi þurft að leysa flækjur, ætlaði ég að segja, eða stíga inn í til að greiða úr einhvers konar fjármálum. Þetta geta verið peningar sem hafa komið óvænt inn í þitt líf eða ykkar líf og þið hafið ef þið vill þurft að ráða ráðum ykkar, setjast niður og skoða fjárhagsstöðu. Þetta getur verið í formi óvæntra launa eða arfs eða það er einhver peningasumma sem að
þið hafi ekki átt von á. Og þegar ég hef sagt það, þá þarf ég líka að tala konuna sem hér fyrir neðan, sem ekki eins heil eða ekki að starfa af miklum heilindum í ykkar þágu eða í þína þágu. Það hérna manneskja sem tengist þessu peningadæmi sem ekki að sýna á sér allar hliðar. Það gæti verið einhvers konar óheiðarleiki eða hún sé að halda aftur af upplýsingum eða allavega ekki að stíga fram og koma til dyrana eins og hún klædd, eins og við segjum. Þetta þarf ekki að vera neitt graf alvarlegt. Þetta getur verið manneskja sem heldur sig svolítið til hlérs og ekki tilbúin að sýna allar sína hliðar, annarkvort þér eða hinni manneskjunni sem að umræðir. Og nú ég farin að tala svolítið ykkur sem tvær manneskjur hérna, þig og þessa konu. Í einhverjum tilvikum það eflaust þannig. Og það þá eitthvað sem að þið þurfið að ræða ykkar á milli að komast að niðurstöðu hvers vegna þessi óheiðarleiki til staðar og hvort það sé eitthvað sem að þið þurfið að taka til bragðs til að leysa úr eða lýsa upp eitthvað sem að ekki upp á borðum hér. Þetta getur verið manneskja sem fylgist með úr fjarlægð líka og í raun og veru kannski svolítið til hliðar við það sem að þú ert að gera, kæri sportreki, en fylgist vissulega með. Og núna þegar ég segi þetta þá dettur mér helst í hug einhvers konar samskiptaforrit. Það að segja, ein af þessum síðum sem að fólk með í dag, sem að ég kýs að nefna ekki á nafn hér í lestrinum. Sumar af þessum síðum gera öðru fólki kleift að fylgjast með hvenær þú ert tengd, hvar þú ert hverju sinni og þið vitið hvað ég að fara. Það sem sagt einhver sem að fylgjast með úr fjarlægð. Hvers vegna það ég ekki alveg klára á. Ég ætla að leyfa mér að taka hérna eitt aukaspil til að skýra þennan óheiðarleika aðeins betur. Þá fæ ég upp hérna spil sem táknar slæma stöðu. Spilið fjallar slæma heilsu eða veikindi, en það þarf ekki bókstaflega að vera líkamlega eða andleg veikindi. Þetta getur þýtt líka bara einhvern sem ekki í góðu máli með sjálfan sig, á erfitt á einhvern hátt, eða að málin hjá viðkomandi hafi ekki alveg þróast í þá átt sem að hann vildi. Þannig að þetta kannski eitthvað til að hafa bak við eyrað, kæri sportreki. Það að segja að fara varlega í samskiptum og eins að fara varlega með hvaða upplýsingar þú gefur upp eða kemur á framfæri og hvað þú ert að segja hverjum. Ég ekki að kalla á að þú verður eitthvað mjög tortrygginn út í fólk sem í kringu þig, en ég hef á tilfinningunni að þú munir vita þetta eða fatta þetta þegar að því kemur. En konan sem að hér ræðir, sem kom fyrst upp, tengdir af heilindum og það eins og þið séuð að fara að vinna að þessum málum
í sameiningu þannig að hún verður einhvers konar félagiðinn. Því að það er eins og þetta varði hana líka. Þetta getur verið einhver sem er, eins og ég sagði, tengdur í nánum böndum, systir, móðir, þetta getur verið kærasta, kona. Það er að segja einhver sem þú ert í sambandi með. Allavega einhver sem er þér náin vinkona. Ok. Við erum ekki alveg búin. Ég ætla að halda áfram og skulum skoða hérna aðeins betur þessa dýnamík. Já, best að snúa henni rétt. Fráskilin kona kemur hér eða kona sem er ein. Og aftur verið að tala hérna einhvers konar slæma stöðu eða veikindi. Og ferðalag sem er farið, það getur verið ferðalag sem þú átt eftir að fara. Þar sem verða einhvers konar tafir og þetta ferðalag mun ekki alveg fara eins og þú hefðir ætlað. Þetta ferðalag gæti mjög vel tengst þessum óvæntu peningum. Það er að segja að þú þurfir að takast einhvers konar ferð á hendur til þess að ganga frá þeim málum. En það gæti farið svo að það verði einhverja tafir eða hlutir fari ekki alveg á þann veg sem að þú ætlaðir. Og hvort sem að það hefur með þessa einstæðu konu hér að gera eða ekki. Það er ekki alveg ljóst en hún gæti átt þátt í því hvernig hlutirnir eru. Það er svolítið dökkt yfir hérna þessum spilum. Þarna kemur upp einhver sem er samstarfsaðili eða vinnufélagi. Ég sagði áðan að þetta gæti verið fólk þaðan. Og enn höldum við áfram með svörtu spilin. Þarna er verið að tala kvöldstund, einhvers konar hitting sem á eftir að skera úr hvernig málin þróast. En þau munu þróast að því að virðist á jákvæða máta og einhvers konar gleðskapur þar sem að þú eða þitt fólk eigið eftir að fagna. Að öllum líkindum eru einhvers konar veikindi hér í öllum þessum spilum sem ég er búin að leggja. Það er ekki neitt sem að þú þarft að hafa áhyggjur af, en eins og við vitum þegar veikindi er að ræða þá geta þau valdið því að hlutir fari ekki alveg á það veg sem við vildum. Þau geta tafið, dregið úr. Við þurfum að gefa okkur tíma til að jafna okkur af flensu eða einhvers konar smávægilegu slysi. Og það er ekkert til að hafa áhyggjur af. Þessi spil gefa ekki til kynna neitt alvarlegt. Já. Þú ert eftir að rifja upp gömul kynni við mannesku sem þú hefur ekki séð lengi og þið eru að taka upp þráðina sem frá var horfið. Afsakið. Eða já, eins og ég sagði, endurnýja kynni ykkar. Hér er talað endurgiftingu. Ég ætla kannski ekki alveg að taka svo djúpt í árina, en eitthvað
eitthvað er fortíðin að láta vita af sér hérna. Og þessi kona sem umræðir er tengiliður þinn úr fortíð. Þá held ég að það sé komið hér þar sem mér er ætlað að koma á framfæri. Tek hérna síðustu spilin. Og hér er verið að tala um framför hjá ungri mannesku. Einhver sem hefur staðið í ströggli eða erfiðleikum þar sem hlutir er að fara að ganga betur og það verður kemst meiri svona stöðugleiki og hraði á málin. Þetta getur verið hver sem er tengdur þér. Og þegar ég segi ung manneskja, þá var ég nú svona að tala yfirleitt um einhvern sem er svona eða undir eða yfir 20. Þetta er eitthvað sem að þú hefur haft áhyggjur af. Það getur verið varðandi skóla eða vinnu eða stöðu hjá viðkomandi. En þar er framför og velgengni þar sem að þarf. Kannski hefurðu ekki alltaf hugsað nógu jákvætt til þessara mannesku eða hana og verið óþarflega gagnrýnin á hana eða hennar stöðu eða fyrirætlanir. En ég held að hún eigi eftir að koma þér á óvart og þetta á eftir að rætast miklu betur úr heldur en á horfði. Ok, þá held ég að þetta sé komið fyrir þig, kæri sportdreki. Ég ætla að gera annað myndband fyrir sportdrekan sem verður á annars konar, af allt öðrum toga. En þetta er komið í bili. Kærar þakkir fyrir að horfa og hlusta. Ljós og kærleikur.